í Reykjavík og fyrstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi af gefnu tilefni fara yfir bæði niðurstöðu nýrra greiningar sem unnin hefur verið fyrir Reykjavíkurborg af Capacent íbúðamarkaðinn í Reykjavík og stöðuna eins og við gerum gjarnan þetta leyti árs. Undanfarin ár höfum við verið með opna fundi húsnæðismálin sem auðvitað öðrum þræði líka fundur skipulagsmál vegna þess að við höfum verið í stórum verkefnum við að undirbúa svæði til uppbyggingar vegna þeirra miklu eftirspurnar sem á íbúðamarkaði eftir öllum gerðum íbúða. Capacent dregur fram að það þörf á yfir 5.000 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu við núverandi aðstæður og þar af vantar 3.000 eða 3.300 í Reykjavík. Markmið okkar sem borgaryfirvalda að mæta þessu meðal annars með því að það sé til í samþykktu deiliskipulagi reitir og uppbyggingarmöguleikar til þess að svara þessari eftirspurn. Núna erum við búin að samþykkja deiliskipulag fyrir 5.500 íbúðir og það búið að gefa út byggingarleyfi fyrir 2.000 en eins og glöggir borgarfulltrúar sjá á listanum yfir samþykkt deiliskipulag þar sem ekki hefur verið gefið út byggingarleyfi þá býsna mikið á þeim lista sem nærri í tíma. Við getum nefnt Hlíðarenda, við getum nefnt Barónsreit, Brynjurreit, Suðurlandsbraut 68 til 70, reiti sem í raun í fundargerðum byggingarfulltrúa nú þegar og eru bara á lokametrum í að skilja tilhlýðilegum gögnum til þess að færast yfir í útgefin byggingarleyfi og vera þannig komin í uppbyggingu. Við sjáum líka í spánum, og þetta spá sem var tekið saman mitt ár, að það stefnir í metár framundan í byggingariðnaði í Reykjavík. En þó þetta nokkuð varlegar spár, þannig að auðvelt að sjá að þær fréttir og umfjöllun sem að draga fram þá umfram eftirspurn sem eftir íbúðum muni verða hvati fyrir bæði byggingaraðila og fjármögnunaraðila til að fara hraðar heldur en þetta mat ber með sér. Auk þeirra 5.500 íbúða sem komnar í gegnum deiliskipulag eru 4.000 íbúðir á reitum sem í skipulagsferli og nákvæmlega eins og með samþykkta deiliskipulagi sem sumt á stutt eftir yfir í samþykkt byggingarleyfi að þá átta glöggir borgarfulltrúar sig býsna vel á því að þarna eru nokkrir reitir sem beinlínis í auglýsingu og jafnvel komnir á þann stað að athugasemdafrestur liðinn og það verið að vinna úr því. Þarna getum við nefnt mjög stóra reiti eins og Vogabyggðina, þar sem að á svæði 2 eru ein og sér 800 íbúðir. Þarna líka Móavegurinn sem í auglýsingu upp í Grafavogi, Keilugrandi 1 sem raunin búið að samþykkja bara eftir að birta í stjórnartíðindum, Nautholtsvegur hjá HR-svæðinu, Vísindagarðareiturinn sem í raun samþykktunum býður birtingar í stjórnartíðindum. Þarna líka RÚV-reiturinn sem býður birtingar í stjórnartíðindum og Kennaraháskólareiturinn sem í endurauglýsingu. Þannig að bara í þessu stuttu upptalningu held ég að ég hafi nefnt reiti með 1.500 íbúðum sem þá á leiðinni í hóp þeirra sem eru með samþykkt deiliskipulag. Síðan eru ýmsir þróunarreitir sem í aðalskipulaginu og eru hafðir hér því að þeir auðvitað koma til skoðunar til einhverjar lengri framtíðar. Við erum búin að reyna að átta okkur á því hvað kemur þá til úthlutunar af lóðum og svæðum þar sem að borgin þarf að koma við sögu á næstunni og við sjáum eftir
ég segi ekki slaka, en svona það aðeins hægða á þessu ári af því að sumir stóri reitir tóku aðeins lengri tíma en búist var við, að þá kemur þetta býsna miklum krafti á næsta ári og í talningum þar næsta, en ég legg áherslu á það að sumt af þessu gæti gerst ennþá hraðar. Ef við horfum á þann enda húsnæðis áætlunar Reykjavíkurborgar sem lýtur að leigumarkaðnum, að þá sjáum við að það ennþá umfram eftirspurn eftir leiguhúsnæði. Það eru 26% sem ætla að vilja vera í leiguhúsnæði eða búast við því og 20% sem búa í því, þannig að það vantar ennþá 3.000 leiguíbúðir. Biðlistarnir eru enn langir, þetta eru biðlistir á Félagsstofnun stúdenta og félagsbústöðum. Það voru metbiðlistar hjá stúdentum núna þetta haustið. Það líka, ég bendi borgarfulltrúum á athyglisverðar greiningar á Capacent á því hvar fólk vilji búa næst eða flytur, sem sýnir eins og áður að straumurinn liggur til Reykjavíkur. Leigjendur vilja sérstaklega búa miðsvæðis í þéttu borgarumhverfi og væntanlega er þarna vaxandi hópur sem tekur samgöngukostnaðinn inn í heimilisbókhaldið þegar verið að velja sér stað. Það sem er áhugavert þegar kemur að íbúastærðum, þá er spurt að því í könnuninni hvað fólk sjá fyrir sér að flytja í stórar íbúðir og skipulagið og uppbyggingaráætlanir borgarinnar mæta nokkuð vel þessum svörum eins og við höfum lagt þetta upp. Það er rétt að ítreka að það er býsna mörg ár síðan að við í raun buðum upp á samtal við alla uppbyggingaraðila í Reykjavík það að fjölga íbúðum og gera þær smærri í þeim reitum sem að þá lágu fyrir í skipulagi eða þóttu áhugaverðir til uppbyggingar. Bara til þess að nefna ný og áhugaverð svæði sem eru langt komin í skipulagi og þetta er auðvitað ekki nýtt fyrir borgarfulltrúum að Vogabyggðin er í auglýsingu, athugasemdafrestur er runnin út og það er verið að vinna úr athugasemdunum, gæti klárast í kringum næstu mánaðamót og þeir sem eiga stóra reiti þarna fóru yfir lóðaúthlutunar áætlanir sína, tímaáætlanir og glærurnar úr öllum þessum undir fyrirlestrum einstakra verkefna eru komnar á netið á nýjan húsnæðisvef borgarinnar sem er reykjavik.is/íbúðir með D og engum broddstaf fyrir þá sem vilja kynna sér þessar glærur og síðan verða held ég myndbönd af fyrirlestrunum líka sett þarna inn. Það er verið að vinna með samningsmarkmið Reykjavíkurborgar sem er eitt af lykiltækjunum sem við höfum verið að beita til þess að framfylgja stefnu aðalskipulags aukið hlutfall leiguhúsnæðis og nýjum uppbyggingarsvæðum. Hitt tæki sem við höfum verið að beita er auðvitað að ná í ný svæði, búa þau með nýjum hætti til að tryggja að þau komist í framkvæmd. Eitt svæði þurftum við nú að sækja með dómi Hæstaréttar sem var Skerjafjörðurinn og nú býður okkur það spennandi verkefni að ákveða hvernig við förum í skipulagsferilinn þar. Gufunesi er að koma úr skipulagssamkeppni, skilafrestur er runnin út, dómnefnd er að störfum og á að skila næstu mánaðamót, verður mjög spennandi að sjá niðurstöðurnar úr því. Við náðum samningum við Björgun á dögunum, þannig að Björgun skila lóðin núna áramót og víkur af rúmum helmingi lóðarinnar og fer síðan í það í samvinnu við Faxaflóhafnir að fylla fyrsta áfangan af landfyllingunni. Þannig að þarna getum við farið að sjá uppbyggingu innan tíðar og við erum á grundvelli samþykkta borgarráðs að ræða við lóðahafa í Ártúnshöfðunum stofnun þróunarfélags til þess að setja kraft í uppbygginguna á höfðunum og hér má líta frumhugmyndir að svæðaskiptingu Ártúnshöfðans. En þeir munu byggjast upp í áfangum enda gríðarlega mikil uppbygging þar. Rétt til þess að undirstrika og ég minni borgarfulltrúa á kynningafund á vegum Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem verður á föstudaginn klukkan 8 í Fagralundi í Kópavogi borgarlínuna.
hágæða almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Tökum fyrstu 2 tíma morgunsins þar og fáum yfirlit yfir það og umræður í hópi allra sveitarstjórnarmanna á höfuðborgarsvæðinu borgarlínuna. Þróunarásin sem við sjáum hér drög að verður lykilþéttingarsvæði og á íbúðavefnum sem ég var að segja frá áðan má sjá lifandi kort þar sem má sjá alla þessa uppbyggingarreiti eftir magni íbúða á hverjum reit og það tekur mið af raunverulegum áformum og aðalskipulaginu. En þetta verður lykilþéttingarsvæði. Það má nefna nokkra lóðir sem má búast við að koma út á markaðinn til sölu á næstunni á okkar vegum. Það er Vesturbuktin sem í samningskaupaferli. Fyrra þrepið búið og aðilar hafa verið að setja fram sínar hugmyndir þar. En ekki verð, ef ég man þetta rétt, fyrir á næsta stigi. Frakkastígur 1, þetta reitur sem til skoðunar hjá skipulaginu. Við fáum 40 íbúðir til úthlutunar við Efstaleiti og Kirkjusandurinn á að vera tilbúinn til úthlutunar. Í tengslum við hjúkrunarheimilismálið að þá verður til ný 80 íbúða lóð við Sléttuveg sem kemur síðan til úthlutunar og í Hraunbænum tilbúið skipulag og lóð þar sem kom í ljós að voru eiginlega allir síma- og ljósleiðarastrengir landsins sem lágu gegnum lóðina, þannig að það þetta finna út úr því hvernig ætti að fara með það mál og þann kostnað. Langar aðeins, þó ég fari ekki gegnum allt sem ég fór yfir á fundunum á föstudaginn, að nefna að við erum auðvitað komin með ákveðnar svona grunnhugmyndir af því hvar megi koma fyrir 1000 almennum íbúðum á vegum verkalýðshreyfingarinnar í samvinnu við Reykjavíkurborg í Grafavogi, Úlfarsárdal, Kirkjusandi, Öskjuhlíð, Skerjafirði, Bryggjukörfi og Árbæ. Okkur sýnist að þannig dreifist þetta vel og verði spennandi staðsetningar. Spöngin líklega lengst komin, þetta í auglýsingu á Móaveginum og þarna geta risið 120 íbúðir og við veittum vilyrði í borgarráði í síðustu viku fyrir þessa uppbyggingu. Á Kirkjusandi að þá höfum við færi bæði í því sem hefur verið kallað ræman, sem þessar húsaraðir hér, þetta eru lóðir borgarinnar og síðan þessi reitur hér, ef ég man rétt, frekar en þessi hérna sem að borgin fær þá til úthlutunar, en annars þetta mest atvinnuhúsnæði á svæðinu. Svæði Háskólans í Reykjavík núna í auglýsingu, 390 íbúðir hér, þar að fáum við 20 fyrir félagsbústaði og síðan borgin með þá þessa lóð sem hefur annars vegar verið hugsuð fyrir skóla hjallastefnunnar og hins vegar fyrir íbúðir. Það verið að byggja töluvert víða fyrir íbúðir fyrir aldraða. Í Sóltúni 1-3 verið að byggja 40 þjónustu og öryggisíbúðir. Í Stakkahlíð gert ráð fyrir 50 íbúðum fyrir samtök aldraðra. Á Sléttuveginum sem þetta fara í gang hjúkrunarheimili og 100 þjónustuíbúðir og Suðurlandsbraut 68-70 grund að fara af stað. Í Árskógum síðan félag eldri borgara og auðvitað búseti og sú lóð lítur svona út núna. Og búseti sem sagt að fjölga eignasafni sínu núna þessi árun 450 íbúðir í Reykjavík. Keilugrandinn í auglýsingu, Smiðjuholtið á fullu í uppbyggingu og byrja á 3. áfanga, verið að afhenda 1. áfanga seinna á þessu ári. Skógavegurinn, við erum búin að gefa vilyrði fyrir honum og hann kominn til úthlutunar. Árskógar næsta vers, samkvæmt viljayfirlýsingunni sem var gefin út á sínum tíma. Tíðindin af stúdentaíbúðum kannski einna stærst af því sem hefur verið að gerast á undanförnum vikum. Ég var búinn að nefna auglýsinguna og fjölgun íbúðanna hjá Háskólanum í Reykjavík, en hjá Háskóla Íslands þá gerum við sem þetta ráð fyrir því að það verði
220 íbúðir, þetta nú fæst hérna til, þetta á að vera hér, á Vísindagarareitnum og síðan 70 íbúðir hjá Gamla Garði. Þarna sjáum við þetta miklu betur. Það þessi reitur sem þá stundaíbúðirnar, 220 til 30 og þá að afhenda Brautarholt 7 sem að vera klárt, 102 íbúðir þar núna bara í næsta mánuði og Félagsstofnun búin að fjármagna allar þessar 400 íbúðir með samningum við Íbúðalánasjóð, gerði það bara fyrir 10 dögum. Þannig að þetta á að fara á flegi ferð allt saman í vetur og eru þetta sérstakt fagnaðarefni. Það þýðir líka það að þegar við höfum verið að ræða stofnframlögin sem eiga að nýtast til uppbyggingar leiguíbúða, að þær 400 íbúðir Félagsstofnunar stúdenta eru þó ekki að keppa stofnframlögin við Háskólann í Reykjavík og verkalýðshreyfinguna og aðra þá aðila sem ætla að sækja í þann brunn í fjármögnun. Við vorum búin að nefna þessar 390 íbúðir svæði Háskólans í Reykjavík og síðan það þá 100 íbúðir á Kennaraháskólareitnum. Þar hefur Byggingafélag námsmanna sýnt mikinn áhuga á að fara í þessa uppbyggingu og gera það líka býsna hratt og við erum að stilla upp samkomulagi við þá þeirra uppbyggingu til næstu ára. Einhverjar stúndaíbúðir geta svo verið í Vesturbuktinni. Þar erum við með forkaups að 80 íbúðum og það sama við Kirkjusandinn. Við tókum síðan jákvætt í erindi Félagsstofnunar stúdentum að hugsa fyrir stúdentaíbúðum í Skerjafirðinum, enda það mjög nálægt háskólasvæðinu. Einkaaðilar að byggja síðan ýmist sölu eða leiguíbúðir og þetta yfirlit sem ég fór yfir á fundunum á föstudag var yfir 29 mismunandi reiti sem margir eru kunnulegir, sumir þeirra hafa verið í þessum kynningum á síðustu árum en það sem að Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar gerði var að taka nýjar myndir víða, þannig að það var svona ný staða og fyrir fólk sem ekki alltaf að keyra fram með þessum framkvæmdastöðum þá var býsna gaman að sjá að Grandavegurinn komin í afhendingu. Hér hugmynd á frumstigi fyrir það sem áður var kallað Bíkóreitur, hét til skamstíma, heitir núna Steindórsreitur, en það var Steindór þarna. Þetta eiginlega hugmynd að blöndu hótels og íbúða og sambýlis sem óvenjuleg en áhugaverð hugmynd. Héðinsreitur virðist aðeins vera að vakna til lífsins eftir að hafa verið í eiginlega þrotameðferð eða hafa verið deilu fyrir dómstólum eignarhald á reitnum. Það verið að byggja upp á Nýlendurreit. Þannig var þetta rétt fyrir þennan fund. Við höfum rætt Vesturbuktina, Tryggvagata 13 auðvitað á fullu. Svona var þetta í maí og svona þetta núna. Þetta raun risinn nánast í fulla stærð. Það verið að byrja á 16 til 20 íbúðum við Ingólfstorg sem eiginlega hluti af Landssímaritsframkvæmdinni. Hafnatorgið auðvitað á fullu, 80 íbúðir á reit 1 og 2 sem kallaðir og 90 íbúðir á reit 5 sem við hliðin á hótelinu. Hljómannlindareiturinn búinn, þar 25, frekar en 35 íbúðir. Brynjureitur til samþykkta núna á byggingafulltrúa, 72 íbúðir, mjög spennandi, svona míkróíbúðir. Hverfisgata 59 til 61 að hluta til byggt en það hornið sem að rísa núna. Sem við sjáum þessari teikningu, Vatnsstígsreitur fer svo í gang á eftir Brynjureit en það sami aðili sem á hann. Á Frakkastígsreiti verið að byggja 68 íbúðir, hótelíbúðir fremst til Laugaveg en annað verða söluíbúðir. Og komið langt af stað. Barónsreitur auðvitað mjög stórt verkefni, bæði töluvert atvinnuhúsinu á 200 íbúðir og það verið byrjað Laugavegsmegin og ég skil það svo að það sé verið að leggja inn teikningar á þessum vetri að hönnuninni þar þannig að þetta sé að fara af stað. Það ekkert farið af stað á Guðrúnartúni en þar má byggja 100 íbúðir. Höfðatorg rís, þar að segja íbúðarhluti, 94 íbúðir í þessum áfanga. Þarna sést og bílakjallarinn eiginlega fullgerður undir núna. Það verið að klára skipulagi Borgartúni, Nóatúni. Það hægt að fjölga íbúðum
50 til 100. Borgartún 28 er samþykkt. Þarna var verið að biðja leyfi til þess að breyta þessu síðan aftur í hótel og mig minnir að það hefur verið neikvæð niðurstaða í því. Og Mánatún að öðru leyti en því sem lýtur að íbúðum fyrir aldraða er að klárast. Kirkjusandurinn fer í gang á næsta ári og það er sameiginlegur vilji bæði okkar sem eigum hérna byggingarétt og bankans sem á afganginn að það gangi vel. Sigtúnsreitur hefur verið tilbúin í skipulagi nokkurn skeið. Þar er verið að hanna sig inn í þetta stóra verkefni sem er annars vegar viðbyggingu við Grand Hotel og hins vegar 180 íbúðir. Hlíðarendi er komin á nokkurn skrið á A og B reit en aðrir 2 reitir gætu verið að fara af stað á næstu vikum eða mánuðum. Kringlan er á frumstigi en við höfum tekið vel í að skoða fjölgun íbúða þar. Efstaleiti er tilbúið og bíður staðfestingar í stjórnartíðindum en þarna er hugmynd verktakans að fara nokkuð hratt í þessu uppbyggingu. Svo við 73 til 77 var samþykktur nýlega í deiliskipulagi en tímaáætlun hef ég ekki á hreinu að öðru leyti. Svo vitum við af Heklureit, Ármúla, Síðumúla og Skeifunni sem allt er við hliðina á þessum þróunarás. Það verður mjög spennandi að þróa í samhengi við það. Bryggjukörfið fær auðvitað núna mikla innspýtingu þegar að þ.g. verktakar er að skila þarna 250 íbúðum núna og næsta ári eða 2 og vonandi fer næsti áfangi síðan strax af stað. En það er á eftir að deiliskipuleggja. Nú upp í Norðlingaholti er verið að skoða skipulag fyrir töluvert mikið af íbúðum. Við erum að fá lýsingu af stækkun Úlfarsárdals ca. 500 íbúðir sem kynnt verður jafnvel opnum fundi í hverfinu í næstu viku ef ég man það rétt. Reynisvarsásinn, þar liggur fyrir skipulag og það er svona smá að fyllast í þær lóðir. Þannig að þetta er uppbygging alla borg, ekki allir reitir nýir, sannarlega ekki. Sumir eru búin að vera til umfjöllunar líka síðustu ár og við auðvitað byggjum þessa fundi á upplýsingum frá uppbyggingaraðilum sjálfum. Þær áætlanir hafa staðist misvel en ég held að sé enga síður allir á einum málum það að þetta svona yfirlit sem við fáum með því að safna þessum upplýsingum er mjög gagnlegt fyrir alla á markaðnum. Síðan erum við að setja upp eiginlega byggingaleyfisteljara þannig að í staðinn fyrir að við fréttum að því hvað er samþykkt hjá byggingafulltrúa í ársskýrslum sem koma kannski ári síðar eða 2 eftir að árið er liðið og þá sé það uppfært allavega einu sinni í mánuði ef ekki bara á hverjum fundi hverju viku. Og þetta viljum við setja allt jafn harðan út á vefinn þannig að fólk getur glögg að sjá þessu og það séu betri gögn fyrir hendi til þess að taka lykil ákvarðanir. Þá læt ég svona þessari yfirferð lokið, get reynt eftir fremsta megni að svara einhverjum spurningum ef eitthvað hefur vaknað en að öðru leyti þá bíð ég bara spenntur eftir að taka þátt í umræðunni. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir yfirferð hans. Ég mætti nú á þetta málþing og fannst gaman að hlusta á fasteignafélögin, fulltrúa fasteignafélagana og uppbyggingaraðila í borginni
greina sjálfir frá því sem að þeir eru að gera. Þetta er auðvitað búið að vera ýmislegt af þessu er búið að vera í gangi síðan fyrir hrun og búið að taka miklum breytingum og sumt stendur í stað og færist ekki mikið en sumt færist ágætlega af stað. Mér finnst svolítið þetta þriðja málþing eða kynning borgarstjóra á þessu kjörtímabili uppbygginguna í borginni og mér finnst þetta minnir mig stundum smá á Groundhog Day myndina. Það er endalaust upptalning á því hvað uppbyggingaraðilarnir eru að gera í borginni á lóðum sem er búið að vera í höndum annarra heldur en borgarinnar lengi. Það er að segja banka- og fasteignafélaga sem eru búin að vera með þessar lóðir í sínum höndum. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar varðandi málþingið þar segir með leyfi forseta: Mikill kraftur er í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis víða í Reykjavík og leggur Reykjavíkurborg sitt af mörkum með því hafa tiltaka lóðir, taka þátt í verkefnum tengdum uppbyggingu og draga saman upplýsingar stöðu mála. Tilvitnun lýkur. Auðvitað er það gott og gilt að það séu teknar saman upplýsingar og það var mikil þörf á því í uppsveiflunni. Hins vegar skiptir auðvitað máli hvers konar upplýsingar er verið að taka saman. Af þessum 3 málþingum sem hafa verið á þessu kjörtímabili liggur alveg ljóst fyrir hvað er verið að byggja upp í borginni, hvað er í skipulagsferli og svo framvegis. Það sem að vantar og mér hefur þótt vanta miklu frekar eru upplýsingar það hvað eru margar íbúðir teknar í notkun í Reykjavík á hverju ári fyrir sig og hvað er borgin á úthlutamörgum lóðum á hverju ári fyrir sig. Því ef við skoðum til dæmis upplýsingar sem að Þjóðskrá Íslands setur, því að Þjóðskrá Íslands skráir í rauninni allar þær upplýsingar sem í fasteignamatinu, meðal annars fjölda íbúða á öllu landinu og svo framvegis, og þar er að finna ýmislegt talnaefni. Og þegar maður skoðar þessi talnagögn hjá Þjóðskrá Íslands, að þá hafa einungis bæst við 1082 íbúðir í Reykjavík frá því árslok 2010 til ársloka 2015. Það er að segja, á 5 ára tímabili hefur íbúðum fjölgað í Reykjavík 1082, sem er auðvitað allt of lítið. Því að miða við aðalskipulagið að þá þarf þeim að fjölga 700 á ári. Það er auðvitað fullt farið í gang en það tekur tíma að byggja og það er búið að taka mjög langan tíma. Ég hafði samband við Þjóðskrá í fyrra þegar ég flutti ræðu hérna þessar tölur í Þjóðskrá Íslands við hvað væri miðar og ég var upplýst það að það er miðað við fokhældi, það er að segja byggingarstig 4 þegar þessar upplýsingar fara inn. Miðað við hvað voru margar þá íbúðir komnar á byggingarstig 4 á síðasta ári frá því árinu á undan, þá voru það samtals 317. Ef við skoðum umfjöllun í fjölmiðlum bara í dag húsnæðismálin í Reykjavík, að þá kom fram í leiðara Fréttablaðsins í morgun að, með leyfi forseta, miðað við tölur frá samtökum iðnaðarins þá mun að óbreyttu áfram vera skortur og smærri íbúðum fyrir ungt fólk. Aðalástæða þess er að skortur á lóðum til að mæta þessari þörf. Það stendur því upp á sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu og þó einhver Reykjavíkurborg að sveigja stefnu sína þéttingu byggðar að því að auka framboð ódýrari kosta fyrir ungt fólk. Fyrirséð er að það verður tímabundið á kostnað þéttingu byggðar. Tilvitnun lýkur. Og ef við skoðum það sem kom inn á ruv.is á áðan meðan á fundi stóð, frétt að allt of fáar íbúðir í byggingu í Reykjavík. Þar segir með leyfi forseta, hátt í 2-falt fleiri íbúðir þyrftu að vera í byggingu í Reykjavík en raunin er. Nýlegar úttektir Capacent og Íslandsbanka gefa ekki bjarta mynd af þróun húsnæðismarkaðarins í Reykjavík á næstu misserum því íbúðir sem nú er verið að byggja eða er áætlað að reisa virðast ekki svara þörfum samfélagsins. Útlitið er fyrir að litlum íbúðum fækki hlutfallslega á næstunni þvert á þörfina samkvæmt úttekt Íslandsbanka, tilvitnun lýkur.
Þannig að við vitum það er alveg sama hvernig þessar upptalningar eru sem hafa verið núna 3 sinnum á þessu kjörtímabili, hvað það er mikið að gerast í borginni. Það er helling skipulagsvinna búin að vera í gangi og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Og það er helling sem verktakarnir eru að gera og fasteignafélögin. En lóðaskorturinn hjá Reykjavíkurborg hefur valdið miklum vanda í Reykjavík. Og þessi stefna, þétting byggðar og þessar röksemdir allir vilja búa í miðborginni, hún gengur ekki upp. Því að fasteignaverðið er langdýrast miðsvæðis í Reykjavík. Og þær lóðir sem eru miðsvæðis í Reykjavík eru í höndum annarra aðila heldur en borgarinnar að meginstefnu til. Þess vegna þarf borgin að fara að skipuleggja í Úlfarsárdalnum eins og ítrekað hefur verið bent á og var samþykkt tillaga, reynda breytingatillaga hjá okkur Framsóknarflugvallavinum og þetta þarf að fara í gang. Það er allt of lítið framboð á húsnæði, það er allt of lítið framboð á litlu húsnæði í Reykjavík. Lóðaverðið eru hátt og ef við skoðum lóðaverðið, það er nú reyndar lítið til sölu á borginni, en miðað þessi 9 svæði sem verið er að fara að byggja, að þá verður líka innheimt svokallað innviðagjald. Það er að segja að auk gatnagerðargjaldsins og byggingarréttargjaldsins verður innviðagjald sem mun hækka verð íbúða enn frekar. Þannig að það má gera ráð fyrir því óbreyttu að Vogabyggðin, sem er svona stærsta svæðið sem verður byggt á næstunni Reykjavík, að þar verði dýrar íbúðir. Ef við skoðum aðeins þessar greiningar sem bæði Capacent hefur unnið og síðan greining Íslandsbanka íslenskan íbúðamarkað, að þá kemur til dæmis fram að svokallað deilihagkerfi Airbnb hefur haft það í för með sér að íbúðaverð hefur hækkað. 3049 eignir voru skráðar við útleigu þar í ágúst 2016 eða tæplega 80% fleiri en í ágúst 2015. Þannig voru 1 af hverjum 8 íbúðum í 101 Reykjavík til leigu ferðamanna í gegnum Airbnb. Það kemur líka fram í þessu greiningum að fasteignaverð mun hækka verulega. Fasteignaverðið hefur hækkað verulega síðustu 2-3 árin. Og ein af ástæðunum eða ástæðurnar fyrir þessu er hækkun kaupmáttar, vöxtur í ferðaþjónustu og deilihagkerfið hefur hækkað íbúðaverðið. Meðalfermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er 346.000. Dýrasta hverfið er 101 Reykjavík. Það sem flestir vilja búa. En það eru bara ekkert margir sem hafa efni á því. Og við verðum að horfast í augu við þá staðreynd. Það er ekki hægt alltaf að segja við getum, það vilja allir búa í 101 og þess vegna verður byggt og þétt þar, en við verðum að hugsa unga fólkið. Fyrir nokkrum mánuðum síðan settum við á dagskrá borgarstjórnarfunda umræðu húsnæðismál unga fólksins. Það var bara létt spjall, það hefur ekkert gerst. Það er ekkert verið að huga að ungu fólki í borginni fyrir utan að það er búið að úthluta núna loksins til Félagsstofnunar stúdenta, íbúðum og Háskólinn í Reykjavík er að fara að byggja á lóðinni sem við erum búin að vera með í nokkuð tíma. En ungt fólk sem er að koma úr námi, hvert á það að fara? Litlu íbúðurnar sem að verið er að byggja eru rándýrar. Það er allt of lítið til af húsnæði fyrir ungt fólk. Og ef að Reykjavíkurborg hefur vilja og meirihlutinn hefur hérna vilja og horfist í augu við staðreyndir, að þá er Úlfarsárdalurinn eina svæði sem möguleiki er á að byggja fyrir ungt fólk. Þó svo unga fólki vilji verið í 101 Reykjavík. Það er nefnilega ekki hægt að verða við því miður. Það var viðtal í gær við formann félag fasteignasala og hann greindi frá því að þrátt fyrir
þessa uppsveiflu í efnahagslífinu og verðhækkun á fasteignum að það er samdráttur í sölu fasteigna. Og af hverju er það? Það er vegna þess að framboðið er svo lítið. Og því eru færri tækifæri fyrir kaupendur. Hann bendir líka á það að stærsti kaupendahópurinn sækist eftir íbúðum sem kosta 40 milljónir eða minna. Og hann segir að það séu svo til engar nýbyggingar til fyrir þennan hóp. Og þessar íbúðir sem hafa verið að koma inn á fasteignasölurnar, nýbyggingar, litlar, eru verðlegar á 50 til 60 milljónir eða meira. Hann bendir líka á það, formaður Félags fasteignasala, að einna mest framboð á nýjum íbúðum sé í Garðabæ og Kópavogi en einnig í Hafnarfirði. Og með leyfi forseta þá segir hann, það má ekki gleyma því að eitt af hverfi sem hefur hækkað hvað mest eru Vellirnið. Það er hverfi sem hefur hækkað hvað mest, segir Kjartan. Það er hverfi hafi allt sem þarf. Allir innviðir eru þarna, þú ert með Haugana þarna og flotta íþróttaaðstöðu, allar verslanir þarna komnar upp og sérbíl og blokkir í bland. Það var mikið gert grín að þessu hverfi lengi en ég held eftir á að hyggja að þessi hugmynd hafi gengið upp, segir Kjartan. Þetta verður meirihlutinn í borginni að fara að hugsa og líta til. Hvar á unga fólkið að vera í Reykjavík? Á það að bíða eftir að Vogabyggðin byggist upp? Það sem að verða að öllum líkindum mjög dýrar fasteignir vegna innviðagjaldsins sem hækka lóðaverði enn meira. Hvar á þetta fólk að vera? Jú, í 101 Reykjavík, þar sem er akkurat ekkert af íbúðum fyrir þennan hóp, af því hann hefur einfaldlega ekki efni á því. Það er dýrara að leigja í dag heldur en að kaupa. Unga fólkið hins vegar neyðist til þess að fara út á leigumarkaðinn vegna þess að það á ekki eigið fé og kemst ekki gegnum greiðslumat. Hvað ætlum við hér í borgarstjórn Reykjavíkur að gera? Ætlum við að hlusta ekki og horfast ekki í augu við staðreyndirnar? Ætlum við ekki að leysa þetta vandamál? Við leysum þetta vandamál ekki öðruvísi heldur en með lóðaframbúði meðal annars og lóðaverðið. Það er ekki endalaust að hægt að sýna svona kynningar þegar tölurnar segja allt annað, þegar fréttir segja allt annað, þegar unga fólki veit að hlutirnir eru allt öðruvísi. Þetta lítur allt saman mjög vel út. Ég heyri út allan bæ. Það er rosalega mikið sem Reykjavíkurborg er að gera. Að því borgarstjóri þylur upp það sem að verktakarnir eru að gera í borgin og fasteignafélögin og reyndar auðvitað hefur borgin skipulagt þetta og þar með gert lóðirnar byggingarhæfar. En þetta er verkefni sem mörg hver eru búin að vera í gangi síðan fyrir hrun. Og borgin verður að fara að girða upp sig og fara að úthluta lóðum. Og það gengur auðvitað ekki upp að það sé eins og á síðasta ári 317 íbúðir sem er fjölgað í Reykjavík. Ég veit að byggingarleigu voru 1200 en það tekur tíma að byggja. Stór hluti af byggingaraðilum er í hótel uppbyggingum núna. Þannig uppbyggingin gengur hægt. En grunnforsendan og grunnskilyrði sem borgin á að sjá það er að hafa framboð á lóðum og gera þær byggingarhæfar og flýta fyrir skipulaginu eins og hægt er. Öðruvísi gengur þetta ekki. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, merkileg ræða. Kannski ekki uppbyggileg því að mig grunar að við séum nú meira sammála flest í þessu ef að nánar er að gáð. Ég held að ágreiningurinn liggi fyrst og fremst í því sem að borgarfulltrúinn segir þéttingu byggðar og lóðaverð og verðmyndun á íbúðum almennt. Kenning borgarfulltrúans er sem sagt sú að það sé mikilvægt, sérstaklega fyrir ungt fólk,
að úthluta lóðum til uppbyggingar fyrir ungt fólk í einhvers staðar í útjaðrinum, í nágrannasveitarfélögum eða í útjaðri byggðar í Reykjavík. Er það svo? Við höfum bara að taka þessu konkrétt dæmi sem við erum að tala að byggjast upp fyrir ungt fólk hérna miðsvæðis eins og stúdentaíbúðirnar. Er það stúdentum í hag að þessar íbúðir myndi byggjast í útjaðrinum? Auðvitað ekki, og það má nánast ásaka mig útúrsnúning að nefna svona dæmi. Þetta er nákvæmlega það sem þetta snýst Verðlagningin á stúdentaíbúðum veltur jú á því hvernig það eru byggðar, en ekki síst hver byggir þær. Þar er að ræða húsnæðissamvinnufélag sem er ekki að reyna að fá hámarksarð. Og hvernig ætli þær tilraunir hafi gengið sem að hafa farið fram núna undanfarin misseri að úthluta lóðum á mjög lágu verði í útjaðri höfuðborgarsvæðisins, ef við ekki að gefa forseta bæjarstjórnar í Hafnarfirði orðið á Hringbraut 27. ágúst síðastliðinn, þar sem hún segir með leyfi forseta, þetta geta allir fundið á netinu: í Hafnarfirði eigum við 2 nýleg dæmi fjölbýlishús þar sem bærinn lækkaði lóðaverð og íbúðirnar á báðum stöðum eru með hæsta fermetraverð í manna minnum. Þar lækkaði sveitarfélagið sína tekjur en íbúar fá í sinn hlut mjög hátt kaupverð. Hvers vegna ætli þetta sé nú? Því að tilvitnunin er þarna lokið. Það er vegna þess að sambandið lögmálið framboð og eftirspurn, það gildir húsnæði, íbúðir eins og nákvæmlega allt annað. Og það hefur ekki fundist verktaki sem að ekki hefur reynt að fá hámarksverð fyrir íbúðina sína, að sjálfsögðu. Þegar kemur að byggingarkostnaði, þá skiptir auðvitað máli hvort að við gerum þá kröfu að gerðir séu stórir og dýrir bílakjallar undir íbúðunum eða eitthvað slíkt. En staðbundnir þættir geta hugsanlega leitt til dýrara íbúðaverðs ef að staðsetningin leyfir fólki til dæmis að vera ekki á bíl eða með öruggari eign til þess að selja síðar. En það var áhugavert að ræða við verktakana innviðagjöldin. Þeir sem ég ræddi við voru nefnilega einu máli það að já, auðvitað er þetta kostnaður fyrir verktakann, en þetta þá hugsanlega, ef þetta leiðir til einhvers, þá dregur þetta úr hagnaði þeirra. Það leiðir ekki til einhvers sjálfkrafa hækkunar á íbúðaverð og viðkomandi svæði, vegna þess að markaður mun alltaf ráða því. Ef að dæmi gengur ekki upp, nú þá byggjast þær ekki. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, já, borgarstjóri, þú ert með útúrsnúninga. Ég var ekki að tala stúdentaíbúðirnar. Ég sagði að það væri gott að það væri loksins búið og vel gert að það væri loksins búið að úthluta lóðum undir stúdentaíbúðir. Ég er ekki að segja að stúdentaíbúðir að vera byggðar eitthvað staðar annars staðar, heldur en það sem verið að byggja þær. Þannig að þetta er útúrsnúningur. Ég var að tala fólki sem að koma úr háskólanum, sem ekki stúdentaíbúðum, eða fólk sem ekki í skóla og fer út á markaðinn. Þétting byggðar er fín svo langt sem hún nær. Ég hef ekkert á móti þéttingu byggðar. Mér finnst það sjálfsagt mál að byggðin sé þétt og við eigum auðvitað að þétta byggðina. Hins vegar, þegar staðan er þessi að það er ekki til lóðir nema dýrar lóðir sem eru í höndum annar aðila heldur en borgarinnar á þessum stöðum, þá þarf að leita út fyrir miðbæinn. Og ég tel að það sé þétting byggðar að byggja meira á Úlfarsárdalnum. Það tel ég að sé hluti af þéttingu byggðar vegna þess að borgin er að leggja mikla fjármuni í það að byggja upp innviði í Úlfarsárdalnum. Íbúarnir þar vilja stærra hverfi, þeim var lofað stærra hverfi þegar við keyptu byggingarréttinn þar. Og svæðið sem er fyrir ofan Mýmisbrunnin er það svæðið sem vilja endilega muni byggjast upp, sem hefur komið fram bæði í blöðum, viðtölum við íbúasamtökin og í samtölum okkar borgarfulltrúa í minnihlutanum við íbúasamtökin í Úlfarsárdalnum. Lóðaúthlutanir borgarinnar frá árinu 2015, við fengum nú svar við þeirri fyrirspurn þar sem að
kom fram að borgin úthlutaði engri fjölbýlishúsalóð með fleiri 5 íbúðum á árinu 2015. Engri. Við spurðum líka á hve löngu tímabili hefur borgin úthlutað fjölbýlishúsalóðum með fleiri en 5 íbúðum. Það tók ansi langa tíma að svara því og var svarað með útúrsnúningum til þess að byrja með, en loksins þegar var svarað, þá var það á 5,5 árs tímabili sem borgin úthlutaði því. Og það kom í ljós að það nú búið að finna 1200 íbúðir, eða lóð fyrir samtals 1200 íbúðir sem meira og minna búið að ráðstafa til ákveðin aðila, og það fínt að sé búið að ráðstafa lóðum eins og til námsmanna, íbúðir þar sem verða byggðar félagslega leiguíbúðir, aldraða og svo framvegis. En það vantar íbúðir fyrir unga fólkið sem að flytja heiman eða búið í skóla eða ekki á stúdentagörðum. Fyrir utan það vantar auðvitað fleiri íbúðir á stúdentagörðum. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, lokið við að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, já það er að mörg að hyggja. Íbúðamarkaðurinn þarf að vera fjölbreyttur af því að þarfirnar eru mjög fjölbreyttar. Það breytir hins vegar því ekki að ef við byggjum áfram borgina út á við, þá fáum við aukinn samgöngukostnað, aukinn tafatími í umferðinni, auknar umferðarstíflur, aukinn útblástur gróðurhúsalofttegunda og dýrari lausnir fyrir fjölskyldur þegar við leggjum saman samgöngukostnaðinn og húsnæðiskostnaðinn. Það er svo mikilvægt að nálgast þetta frá veruleika venjulegs fólks. Því að húsnæðiskostnaðurinn ekki að eina, heldur samgöngukostnaðurinn líka. Bílastæðakostnaðurinn skiptir þarna gríðarlegu máli. Og hitt hins vegar alveg hárrétt að ef að í borginni væri ekki breið samstaða um það að úthluta landi til húsnæðissamvinnufélaga, til byggingafélaga sem væri ekki bara að reyna að hámarka gróðann, heldur væri að byggja stúdentaíbúðir, væri að byggja búseturéttaríbúðir, væru að byggja íbúðir fyrir tekjulægri, að þá væru íbúðir seldar hæstbjóðanda það eina sem væri í boði, eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur predikað hér í sölum borgarstjórnar meira eða minna allt kjörtímabilið, en þannig húsnæðisstefnan ekki rekin hér. Við erum með þessum áætlunum sem við vorum að kynna á föstudeginum, höfum verið að kynna á þessu kjörtímabili, að reynum þetta að tryggja fjölbreytilegt framboð fyrir þá fjölbreyttu hópa sem að búa í borginu og vilja búa í borginu. Og þannig finnst mér rétt að stýra húsnæðismálum í gegnum skipulag, í gegnum lóðaúthlutanir og gegnum þau tæki sem við höfum verið að reyna að þróa eins og samningsmarkmiðin í átt að þessum fjölbreytta og heilbrigðari húsnæðismarkaði en hann hefur verið. Það borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það þarf að vera pláss fyrir húsnæði fyrir þetta fólk í borginni. Lóðirnar nú þegar í höndum annarra aðila. Það er hægt að setja samningsmarkmið varðandi Vogabyggðina og láta borga ekstra innviðagjald sem að endanum líklega skila hærra fasteignaverði. En þegar að það eru lóðir sem búið að vera að byggja á og í höndum annarra aðila, þá ekki hægt að setja slíkt skilyrði. Þetta er bara staðreynd. Ef að borgarstjóri vill ekki horfast í augu við þann veruleika að það ekki gert ráð fyrir að unga fólkið í borginni búi í borginni, eina leiðin sem ég sé til þess að leysa þetta, ef að það ekki hægt að flytja neitt annað heldur en hérna á miðbænum og má ekki auka byggðina í Ólafsdalnum og byggja fyrir ungt fólk þar, að þá held ég eina leið borgarstjórnar sé sú að foreldrar barna eða ættingjar fái leyfi til þess að byggja á baklóðinni heima hjá sér húsnæði fyrir þetta fólk. 30-40 fermetra húsnæði. Eru það gæði? Gluggar í eina átt. Þetta er kannski lendingin. Þetta er kannski það eina sem hægt að gera ef fólk á að vera í borginni miðsvæðis.
Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Þá veitir borgarstjóri kemur upp og gerir stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrsta lagi, hvað ef við myndum nú ekki innheimta innviðagjald? Áhrifin verði þau að við sætum enga síður uppi með reikningin fyrir innviðina sem við höfum reiknað saman að eru 5,4 milljarðar miðað við verkefni þar. En hvert færu peningarnir? Þeir færu í hagnað þeirra sem að vera að fara að byggja þarna. Gróðinn væri einkavæddur en útgjöldin sætu eftir hjá almenningi, hjá borgarsjóði. Við erum að koma í veg fyrir það. Það er skynsamlegt. Það er svo leið sem að margar borgir í heiminum hafa farið. Númer 2, við erum að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal alla borg, en það gengur ekki að gera bara það. Við verðum að þróa borgina inn á við, það er umhverfisvænna, hagkvæmara og betra fyrir heimilisbókhaldið hjá fólki sem á að búa á þessum stöðum. Og, síðast en ekki síst, þá erum við með því að svara einni raunverulega eftirspurn, þeim svörum sem að birtist í þeim könnunum sem við höfum verið að gera. Þá er borgarstjóri lokið við það að gera stutta athugasemd. Þá gerir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir einnig stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, í alvörunni trúir borgarstjóri þessu að gróðinn verði þá ekki einkavæddur? Að þeir sem eru að fara að selja þessar lóðir, að þeir séu ekki að fara að hagnast á því? Eða þetta verður selt dýrara verði? Fólki sem mun búa á þessu svæði mun á endanum borga meira heldur en aðrir íbúar borgarinnar vegna þess að fjárhagsstaða borgarinnar er það slæm að borgin hefur ekki efni á því að sjá um þetta. Hvernig var þetta í Úlfarsárdalnum? Þar sem fólk kaupir dýra lóðir á rándýru verði. Því þar átti innviðauppbyggingin að taka skamman tíma. Hvernig gekk það loforð eftir hjá borginni? Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd og andsvörum lokið. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, þessi umræða, ég held ég verði að taka undir með borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur að umræðan er svolítið svona déjà vu. Aftur og aftur erum við að fara nánast í gegnum sömu glærurnar með borgarstjóra. Þetta eru reyndar mjög góða glærur og manni finnst gaman að sjá að það er margt í gangi. En þetta er svolítið villandi. Það er svona tilfinningin verður einhvern veginn svo að það sé allt í gangi, þetta fari allt að gerast núna, húsnæðisskorturinn sé bara verði leystur bara mjög fljótlega af því að allir eru að vinna verkefnum út alla borg. Og svo þegar þessar tölur eru greindar svolítið betur og þá er alveg ótrúlega mikið sem að vantar upp á að við sem sagt förum að ráða við húsnæðisvanda, alveg ótrúlega mikið. Og auðvitað sláandi tölurnar, svo ég vitni nú aftur í borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, að frá lokum ársins 2010 til loka síðasta árs séum við að tala 1082 íbúðir. Og það er miðað við fokheldi. Það er miðað við fokheldi að inn í skráningunni eru fokheldar íbúðir. Og miðað við þær greiningar sem við fáum frá fundi borgarstjóra á dögunum og eru á þessum ágæta vef sem hann vísaði okkur á áðan, að þá ef það mun standast að byggðar verði 5.600 íbúðir til 2020, 5.600 íbúðir til 2020, það er næstu komið árið 2017, þá mun samt vanta 1.000 íbúðir. Þannig að vandinn er ennþá til staðar. Og hversu líklegt er að það verði byggðar 5.600 íbúðir til 2020? Það þarf rosalega mikið að gerast til þess að það gangi eftir. Mér langar í sambandi við umræðuna hér áðan, að því borgarstjóri vitnaði til þess sem við höfum talað borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins,
á þessu kjörtímabili, þá langar mig til þess, og minnst það mjög mikilvægt inn í þessu umræðu, að rifja það upp að við höfum ávallt stutt úthlutun til stúdenta og eldri borgara. Við höfum ávallt gert það. Við höfum hins vegar sagt að varðandi búseta, að þá sé búseti á jafnmiklum samkeppnismarkaði og aðrir. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur þá sögu hér í borginni að hafa úthlutað til húsnæðissamvinnufélaga í gegnum tíðina, hafa úthlutað til stúdenta og eldri borgara. Þannig að við hins vegar höfum sagt að það sem að skiptir mestu máli og snýra einmitt að þessu lögmáli framboð og eftirspurn, það lóðaskortur. Við getum auðvitað þrýst niður lóðaverði í ákveðnum tilfellum, eins og við höfum stutt að sé gert varðandi stúdenta og eldri borgara. En þegar það lóðaskortur, þá segir auðvitað alltaf til sín í lögmálinu framboð og eftirspurn. Og það lóðaskortur. Og sá meirihluti sem í borginni, þessi 4 flokka meirihluti, hefur ekki verið tilbúin til þess að slaka neitt á áætlunum þéttingu byggðar fyrir vestan Elliðaár sem neinu nemur, hefur ekki verið tilbúin til þess að úthluta fleiri lóðum, til dæmis í Úlfarsárdal, sem yrði til þess að auka lóðaframboðið, draga úr þrýstingi á markaði og þar með lækka til lengri tíma verð bæði á lóðum og byggingum. Þannig að við höfum líka sagt það, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, að sjálfsögðu styðjum við þéttingu byggðar og í mörgum tilfellum þétting byggðar skynsamleg og í mörgum tilfellum hún bara úrvinnsla úr þeim aðstæðum sem að borgin hefur verið í undanfarna áratugi. Í sumum tilfellum var ekki hægt að byggja á ákveðnum svæðum, nú hafa skapast til þess aðstæður. Það auðvitað eðlilegt að gera það. En samhliða, þegar það lóðaskortur, þegar það íbúðaskortur, þá mega þetta ekki verða slík trúarbrögð að það sé ekki hægt að úthluta fleiri lóðum í útjaðri borgarinnar. Vegna þess að ef það fólk sem vantar húsnæði í dag fær ekki húsnæði í borginni, þá fer það auðvitað í hin sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi vandamálum fyrir umferðarstíflur, útblástur og slík vandamál eins og borgarstjóri nefndi hér áðan. Ég mun nú svo sem koma inn á þau mál hér undir öðrum dagskrárlið varðandi umferðaröryggi, en auðvitað má líka rifja það upp að það væri líka hægt að gera eitt og annað, ýmsar aðgerðir hér sem að þessi meirihluti hefur heldur ekki verið tilbúin til þess að gera, til þess einmitt að draga úr umferðarstíflum og draga úr útblæstri. Sumar aðgerðir meirihlutans, svo ég nefni nú bara tvennt, Hofsvallagötu og Grensásveg, hafa einmitt orðið til þess að auka umferðarstíflur og auka útblástur. Það annað mál sem að ég mun koma betur inn á hér á eftir, undir öðrum dagskrárlið. Talandi það að fólk fari annað, að þá til dæmis í skýrslu Íslandsbanka íbúðamarkaðinn að þá kemur fram að hlutfallsleg aukning íbúða, hún verði mest í Mosfellsbæ, 25%. 25% í Mosfellsbæ. Það mun auðvitað þýða aukna umferð hér á milli. En hún verði minnst í Reykjavík 6,5% og Seltjarnarnesi 6,2% á því tímabili sem verið að tala Þannig að þrátt fyrir alla þessa þéttingamál og öll þau atriði sem við höfum rætt hér, að þá Reykjavíkurborg samt sem áður hlutfallslega næst lægst af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og það nú varla hægt að telja Seltjarnarnes með vegna þess að það nánast ekki byggingaland, en borgin á byggingaland. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, en mér langar samt til þess að nefna það að ég tók eftir því hér á einni glærunni hjá borgarstjóra áðan og að tala að þróunarsvæði væri meðal annars 49 íbúðir við Reynisvatn. Og við skulum bara hafa það í huga að þar reitur sem að íbúarnir í Úlfarsárdal og Grafarholti eru ekki sáttir við að verði nýttur undir íbúðabyggð. Vilja hafa þetta sem útivistarsvæði og við þurfum auðvitað að hafa það í huga. Að þó að sé hægt að negla niður þróunarreiti hér og þar, að þá koma ekki alltaf allir til greina. Við verðum að hlusta á íbúana í því.
En til þess að taka þetta saman og þá það lóðaskorturinn sem að þrýstur upp í verðinu. Og ég veit að borgarstjóri hefur neitað ýmsum slíkum kenningum framboð og eftirspurn, meðal annars rifjast upp fyrir mér viðtal í Viðskiptablaðinu þar sem borgarstjóri segir að sé ekkert samhengi á milli þessara hluta. Ég veit eiginlega ekki hvernig ég get hvað ég á að segja það. Ég ætla bara að segja hér að lokum, ágæti borgarstjóri, það víst samhengi á milli þessara hluta. Lóðaskortur þrýstir upp verði og tilbúin lóðaskortur eins og meiri hlutin stendur fyrir þrýstir upp verði. Þannig það nú bara. Það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseta, ágæta borgarstjórn, það nú svolítið undarlegt að vera að ræða markaðslögmálin við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en það mér bæði ljúft og skylt af þessu tilefni. Sko, verðmyndunar hugmyndir Sjálfstæðismanna í borgarstjórn eru sóttar beint til Karl Marx sem var með þá hugmynd að verð hvers hlutar væri samansafn af þeim vinnutíma og hráefni sem að lagður var í þann hlut og það myndaði verðið. Þetta var afsannað en það var sko á 18. öld af Adam Smith sem sagði að verð hluta réðist af framboð og eftirspurn. Ég held að allir skilji þetta þegar að ræða gamalt hús. Verð gamals hús ræðist ekki að því hvað lóðin kostaði eða hvað naglarnir og spýturnar og vinnulögin voru mikil. Nei, verði ræðist af framboði og eftirspurn. Það eru meiri segja hús miðsvæðis og í Fossvoginum sem hafa verið keypt, rifin og byggð ný vegna þess að staðsetningin svo mikilvæg, dýr, verðmætt fyrir þann sem kaupir. Þetta hið velþekkta lögmál framboð og eftirspurn og það með nokkrum ólíkindum og ég velti fyrir mig hvort að þetta sé hugsanlega ekki rætt við neitt sem í viðskiptum, til dæmis með fasteignir, vegna þess að ég hef engan hitt sem heldur þessi alvöru fram. Það eru margir sem hafa hagsmuni af því að fá ódýra lóðir, skárra að vera þannig. Þá fá menn betur út úr viðkomandi verkefnum. En þeir selja alltaf á eins háu verð og þau geta sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Það borgarstjóri lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti, góðir borgarfulltrúar, lykilatriðið í þessu kannski það að einmitt það sem borgarstjóri nefndi hérna akkurat í restina á sínu ansvari, það var lóðaverðið. Auðvitað skiptir lóðaverð máli, en þegar við erum að tala fáar lóðir, þá getum við auðvitað þrýst niður lóðaverð eins og ég sagði áðan í ákveðnum tilvikum. Við höfum gert það í tilfelli stúdenta og eldri borgara, en ég var að tala lóðaframboðið. Ég var að tala lóðaframboðið. Ef að lóðaframboðið lítið, þá auðvitað þrýstist upp verðið, þá verður ekki til hringrás á markanum. Þá losnar ekki eignir og þá auðvitað þrýstist verðið upp. Þetta lögmál framboð og eftirspurn og það ekki ættað frá Karl Marx. Þannig að ef við ætlum að handstýra lóðaverði á einstökum lóðum, þá auðvitað virka það ekki. En lóðaframboðið til lengri tíma það sem skiptir máli. Það verður að vera nægjanlegt lóðaframboð, annars þrýstist bara verðið upp og það verður til einhver svona millimarkaður með lóðir og eða húsnæði sem byggt á þeim. Þannig það nú bara. Það var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að svara ansvari, þá veitir borgarstjóri ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, nú erum við að færast nær. Við erum sammála það að lögmál framboð og eftirspurn gildi líka íbúðarhúsnæði eins og flestar aðrar vörur. En borgarfulltrúinn segir, já, en það að sé nægilega mikið af lóðum hefur áhrif á verð þeirra og þar erum við bara sammála. Þar erum við bara sammála að
lögmálum framboð og eftirspurn gild báða hluti. En þriðji hluturinn sem ég vona að við náum einhvern tímann að vera sammála er að sveitarfélag sem vill búa til húsnæðismarkað fyrir alla verður að vera tilbúið að vinna með öflugum húsnæðissamvinnufélögum sem vinna ekki í hagnaðarskyni til þess að koma til móts við hópa sem að eiga erfitt með að keppa á þessum húsnæðismarkaði hinna hæstbjóðandi. Þetta eru stúdentarnir, þetta er félagi sem við erum að vinna með núna sem verkalýðshreyfingin kemur að og þetta er hluti af því sem að mun gera húsnæðismarkaðinn hér vonandi heilbrigðari og betri. Þessa blöndu hafa flestar borgir í Evrópu reynt að innleiða. Eftirsóttar borgir, þar sem eftirsótt að búa, þar þetta mikil glíma og þetta sannarlega glíma hér hjá okkur. En þetta þarf að gera því ef við gerum það ekki að þá eru mjög margir sem verða jaðarsettir á þessum húsnæðismarkaði. Það borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni og andsvörum lokið og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur og síðastur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mig langaði aðeins að segja hérna nokkur orð og af því að ég formaður umhverfis- og skipulagsráðs og var á síðasta kjörtímabili í því ráði líka. Þannig að ég hef fylgst vel með þessu og ég ætla nú að byrja laufléttri athugasemd að mér finnst ekki alveg sanngjarnt að segja að frá árinu 2010 hafi ekki byggst nema 1200 íbúðir af því að það var ekki fyrir árið 2013 sem að allstaðar á landinu var yfirleitt hægt að byggja íbúðir af því að þá fyrst var markaðsverð örlítið hærra heldur en kostnaðarverð. En það nú aukaðri. Ég ætlaði aðalega að leggja áherslu á það að sem sagt þegar ég sé þessar glærur aftur og aftur en þær eru samt sífellt nýjar því að það kemur alltaf sífellt nýtt inn í glærusjóið og svo eru líka sem maður alltaf einhverju líkur líka. Ég man svo langt eftir að ég man þegar að það var verið að byrja að byggja hérna stúdendagarðana við Sæmundugötu, 300 íbúðareiningar. Það voru ekki allir mjög hrifnir af því en núna er því löngu lokið. Sama gilti stúdendagarðana við Ásholt sem þeir eru að klárast. Það sem ég ætlaði að segja það að við vinnum eftir stefnu sem var samþykkt hér í borgarstjórn árið 2014 og það sem sagt sáttmáli sem heitir aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030. Það mjög ítarlegt plagg og þar þetta allt lagt fram. Þegar það var verið að vinna það skipulag þá voru settar upp sviðsmyndir, eigum við að halda áfram eins og alltaf fyrir gert að borgin byggist eingöngu upp með sífellt nýjum úthverfum og það voru búnir til kostir A, B, C og D og voru með mismiklum þéttingum og það var einn kostur sem varð ofan á og það var sá kostur að það skildi vera byggt 90% nýrrar byggðar skildi vera innan núverandi byggðar. Og fyrir því eru færð mjög mörg rök í aðalskipulaginu, efnahagsleg rök, umhverfisleg rök, félagsleg rök og þannig mætti lengi telja, umferðarleg rök mætti líka nefna. Og þetta hefur gengið þannig til að því að við erum alltaf sem sagt með ákveðið svona kerfi til að fylgja því eftir eða skoða hvernig þetta gengur að fylgja þessu eftir og viti menn að 96% af því sem hefur verið byggt núna síðan þetta aðalskipulag var samþykkt innan núverandi byggðar. Þó ég viðurkenni hana alveg og ég tek alveg undir með borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur að vera stundum pínlítið óþolinmóður að því hlutirnir ganga svolítið hægt þegar verið að byggja. Þetta einfaldlega flókin og langur prósess
En ég fyllir samt meiri gleði en áhyggjum þegar ég sé þetta vegna þess að þarna sé ég fyrir mér mjög þétta, skemmtilega og vistvæna borg sem að verða til. Reykjavík á leiðinni að verða þétt, tiltölulega lítil borg eins og hún var á árunum 1930 til 1960. Það má segja að upp úr 1960 hafi hafist ákveðin hnignunarskeið borgarinnar og með því að hún dreifðist út allt. En mér var aðeins hugsað í þessari umræðu til þess áðan að það reyðast upp fyrir mér mjög mögnuð skýrsla sem að hún Ásdís Hlökk Theódórsdóttir ásamt fleirum úr Háskólanum Reykjavík unnu árið 2012 sem heitir Veðjað á vöxt. Og það var greining á því hvernig það gerðist fyrir hrun að ótrúlega margir aðilar, og þar voru mjög virkir bankar, kannski ekki síst, líka fjárfestar og sveitarfélögin höfuðborgarsvæðinu, stórhöfuðborgarsvæðinu sem voru í samkeppni sín á milli, einhvern veginn unnu þannig saman eða unnu réttara sagt ekki þannig saman, þannig að það spenntist upp ótrúlegt þenslu ástand sem endaði með hruni. Það var ýtt undir þetta hrun með ýtt undir þessa þenslu með svokölluðu 90% lánum og áður en það fór allt af stað þá var orð sem var mjög mikið notað hér í borgarstjórnarsalnum. Það var nýyrðið lóðaskortsstefna. Og þegar maður les þessa skýrslu Veðjað á vöxt að þá það eiginlega dálítið hryggileg lesning af því að það virðist hafa farið af stað einhvers konar múgsefjun það að það yrði að byggja sem allra mest og sem allra hraðast. Og við vitum alveg hvernig það fór. Það fór mjög illa. Við virðumst lifa í samfélagi og við höfum sætt okkur við að lifa í samfélagi þar sem allt annaðhvort í jökli eða eyra, ekki þar á milli. Það var byggt allt of mikið, allt of hratt og líka af allt of stórum íbúðum og örfáum árum, síðan var ekkert byggt í 5 ár. Það dálítið dapurlegt hvað stöðugleiki álítinn eitthvað lítið eftirsóknarverð dyggð eða ástand hér á okkar landi. Og ég nú að nefna þetta vegna þess að ég alveg sannfærður það að það mjög farsæl leið sem mörkuð í aðalskipulaginu. Ég held að sé ofboðslega nauðsynlegt að sveitarfélögin, Reykjavík og önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu haldi kúlinu, láti núna þegar svona þenslan farin af stað, ekki espa sig upp, ekki beygja af leið, heldur halda þeirri stefnu sem mörkuð í aðalskipulagi borgarinnar og líka í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Þar fóru nefnilega líka fram útreikningar á því hvað myndi gerast ef að byggðin myndi þenjast jafn mikið út og hún gerði á árunum 1987 til 2012 minnum hefði verið, þá fjölgaði íbúum 70.000, þeim mun fjölga álíka mikið frá 2015 til 2040 og það vill einfaldlega þannig til að það ekki til land undir alla þá dreifingu byggðarinnar sem átti sér stað á þessu síðasta tímabili. Við erum komin að mörkum, við erum komin að Grænatreflunum, við erum komin hjá mörgum sveitarfélögum með þessu svæði að vatnsverndarsvæðum. Þannig að það verður ekki haldið lengra. Og ég ætla líka að að því ég veit ekki alveg þegar var verið að tala hér sérstaklega íbúðir fyrir ungt fólk og þegar við vitum það að mikill meirihluti ungs fólks vill búa í Reykjavík, vill búa tiltölulega miðsvæðis í Reykjavík, þá finnst mér skrítinn boðskapur að segja nei, við skulum byggja íbúðir fyrir það fólk eins langt frá miðju borgarinnar mögulegt Það var nefnilega dálítið forvitnilegt líka sem kom fram hjá Capacent könnuninni sem hefur verið vitnað í að til dæmis fólk á aldrinum 18 til 24 og það kannski stúdentar aðalega, en það búa miklu færri á miðborgarsvæði Reykjavíkur heldur en vilja búa þar.
Já, ég veit ekki alveg sko hvort að ég held að það sé mjög mikilvægt og það er kannski rétt að skýra það hér að því að við erum búin að afgreiða mikið af mörg deiliskipulag sem að gera ráð fyrir mjög mikill uppbyggingu og þar höfum við í umhverfis- og skipulagsráði lagt mjög mikla áherslu á það að stýra þeirri uppbyggingu að því marki að það hafi verið settir mjög skýrir skilmálar það að íbúðir sem að þær byggjast skulu vera að ýmsum stærðum að gerðum. Þannig að það verður ekki hægt að byggja á þeim stöðum eingöngu dýrar og stórar lúxusíbúðir og það hefur enda líka verið mjög mikil áhersla á það, bæði hjá borginu og líka hjá verktökum í fjárfestum að byggja tiltölulega litlar og þar með sagt tiltölulega ódýrar íbúðir. Það í aðalskipulaginu og það unnið samkvæmt því gert ráð fyrir að byggjast 2000 íbúðir hér á miðborgarsvæðinu ef ég man rétt og þá ég ekki að telja með Hlíðarendasvæði, það bara í kringum Hverfisgötu byggjast 500 íbúðir, það búið að byggja 30 og það byrjað á húsgrunni þessum að koma 74 íbúðir og það verið að byggja 68 íbúðir við Frakkastígsreit og við Barónstígsreit munu koma allt að 200 íbúðum. 170 íbúðir í Vesturbyggð, 80 íbúðir á Austurhöfn og svo framvegis. Maður vill gjarnan að þetta gerist hraðar en það gerist en síðan sér maður að þegar þetta komið upp eins og það langt komið að byggja í Einholti, Þverholti, þar sem að búsettar að byggja 220 íbúðir, að búið að byggja Stakkholtið og Ásholtið eins og ég gat áðan, að þá finnst manni þetta að segja að þrátt fyrir allt sé óbóðslega mikið byggt í Reykjavík. Ég sé ekki betur en það sé aðalega verið að byggja íbúðir og það allt sem bendir til þess að það verði byggt mjög mikið af íbúðum miðsvæðis í Reykjavík og á svæðum við samgönguásinn svokallaða inn að Elliðaárvogum. Þannig að öfugt við félaga okkar hér úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og Flugvallavinum þá finnst mér við lifa á mjög merkilegum tímum í sögu borgarinnar. Ég kalla þetta endurreisn borgarinnar. Fólk vill búa aftur í borginni, búa í borg eins og alls staðar annars staðar og við erum nákvæmlega á þeirri leið því að það svo stefna sem mörkuð í aðalskipulaginu. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Það einn borgarfulltrúi og óskað eftir því að veita andsvari ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þetta verður mjög stutt. Það vill gera eitthvað en það getur það ekki. Það vandamálið. Unga fólki vill búa í miðbænum en það bara getur það ekki af því það ekki með launin og eigi fé til þess. Það vandamálið sem meirihlutinn verður að fara að skilja. Stúdentaíbúðirnar, það verið að byggja þær en þegar fólki kemur úr námi og það vill búa í miðbænum þá hefur það ekki efni á því. Skoðiði, ég ráðlegg borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssoni að skoða fasteignaauglýsingarnar í miðbænum, sérstaklega á nýbyggingunum. Og síðan að hugsa þetta vill og getur. Þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og þá ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum í 3. mál á dagskrá sem umræða friðarborgina Reykjavík. Það tekur